Fundur settur í bæjarstjórn Vestmannaeyja 23. janúar 2003 og þetta fundur númer 1591. Ég býð bæjarfulltrúa velkomna og sérstaklega býð ég velkomin forseta Íslands, Guðna T.H. Jóhannesson, en hann situr þennan fund sem sérstakur gestur bæjarstjórnar. Þetta óhefðbundinn bæjarstjórnarfundur, bæði að formi og efni og líklega tímalengd líka. Haldinn til að minnast þess að í 50 ár eru í dag liðin frá því að eldgos hófst hér á Heimaey. Og fundurinn ekki síst táknrænn til að minnast og þakka fyrir giftusamlegt björgunarafrek þegar fleiri en 5.000 Eyjamenn voru á einni nóttu fluttir upp á land og þakka fólki á fastalandinu fyrir móttökurnar og hjálpina. Einnig að færa þeim öllum þakkir hérlendis og erlendis sem stuðluðu að endurreisn bæjarins eftir gos. Og fundurinn ekki síst haldinn í virðingarskyni við þá lífsoliðina sem sátu í okkar sætum hér í bæjarstjórn Vestmannaeyja þegar ósköpin dundu yfir. Mér til efs að nokkur bæjarstjórn hafi nokkurn tíman staðið frammi fyrir jafn ógnanlegu verkefni og forverar okkar hér fyrir nákvæmlega 50 árum. Við göngum til dagskrár og dagskrármálin einungis 2, ávarp forseta Íslands og númer 2, viðburðir árið 2023 í tilefni þess að 50 ár eru liðin frá eldgosinu á Heimaey og 60 ár frá Surtseyjargosinu. Og þá tökum við fyrir fyrra málið, ávarp forseta Íslands, Guðni T.H. Jóhannesson, gjörðu svo vel. Takk að þið fyrir. Bæjarstjóri, forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar, þið hinn sem fylgist með þessum fundi. Mér það heiður og ánægja að fá að vera með ykkur nú þegar við minnumst þess að hálf öld liðin frá þessum ógnaratburðum sem hér dundu yfir, eldgos. Hverjum hefði dottið í hug, hver hefði getað ímyndað sér að eldgos hæfist við bæjarvegginn hér? Hverjum hefði getað dottið það í hug? Já, teikn voru kannski á lofti sem hefði mátt sjá, en það gaus og öllum að óvörum. Það þýddi hins vegar ekki að hér í framhaldi hefði ríkt óreiða, ótti, hræðsla. Jú, vissulega kannski í brjóstum einhverja, skiljanlega, en í heild sýndi samfélagið hér, fólkið á þessu stað, hvað í því býr. Forseti bæjarstjórnar minntist réttilega á þann samhug og þá samkennd sem einkenndi allt starf, alveg frá fyrstu stundu. Ég hlakka til að vera með ykkur við viðburði á þessum degi og taka til máls á ný þegar við hittumst í eldheimum í kvöld. En ég ætla að fá að nefna eitt sem ég rek þá í mínu ávarpi, því að það tengist líka því að ég kom hingað með flugvél Landhelgisgæslunnar og gæslumenn voru í meðal þeirra sem lögðu sitt svo sannarlega mörkum þennan dag fyrir 50 árum. En sumsé, laust upp úr klukkan 2, aðfaranótt 23. janúar 1973, sent skeyti og ég nefna það líka hér laganaverði á þessum stað sem fylgjast með fundinum, skeyti frá lögreglunni í Vestmannaeyjum til stjórnstöðvar Landhelgisgæslunnar. Það hljóðaði svo, orðrétt, eldgos hafið á Heimaey, vinsamlegast látið almannavarnir vita. Takk eftir, vinsamlegast. Mér finnst þetta til merkis það æðruleysi og það fumleysi sem einkenndi öll björgunarstörf frá fyrstu mínútu. Og hér erum við nú, 50 árum síðar. Bæjarfélagið
er blómlegt, atvinnulíf öflugt og allt það sem einkennir traust bæjarfélag er hér til staðar. Ég hef notið þess á undanförnum árum að heimsækja ykkur ágætu eyjamenn og nýt alltaf gestrisni og góðvildar hvernig sem viðrar, hvort sem maður er á fótboltamóti með krökkunum eða í öðrum erindagjörðum, alltaf er gott að koma til Eyja. Ég óska ykkur alls velfarnaðar í ykkar mikilvægu störfum og ítreka þakkir mínar fyrir það að fá að vera með ykkur á þessum minningar viðburði og hlakka til viðburða dagsins í dag. Bestu þakkir. Þakka þér kærlega fyrir þetta, forseti, og þakka þér fyrir að sýna okkur þann heiður að vera hérna með okkur í dag. Seinna málið, ég ber eftirfarandi erindi undir bæjarstjórn, afmælisnefnd sem skipuð var af bæjarráði þann 9. september síðastliðinn til að annast skipulag og framkvæmd viðburða í tilefni 50 og 60 ára frá eldsumbrotum í Vestmannaeyjum, leggur til við bæjarstjórn að eftirtaldir viðburðir verði sérstaklega samþykktir á sérstökum minningafundi bæjarstjórnar þann 23. janúar 2003. 1. Hátíðardagskrá þann 23. janúar 2003 í tilefni upphafs eldgosa á Heimaey þann 23. janúar 1973. Þar á meðal sá fundur sem við nú sitjum að viðstöddum forseta Íslands. Að lokinni blísfrör frá Landakirkju í kvöld verður minningarathöfn í Eldheimum, þar sem meðal annars forseti Íslands og forsætisráðherra flytja ávörp. Þar verður sömuleiðis tónlistarflutningur þar sem frumflutt verða eða frumflutt nýjar útsetningar af gömlum eyjalögum og einnig verða viðburðir á söfnum bæjarins meðal annars með þátttöku skólabarna. 2. Goslokahátíð dagana 3. til 9. júlí 2023. Viðburðir verða ákveðnir í samstarfi við hina hefðbundnu goslokanemnd og meira lagt í dagskrá og ýmsa tengdar hliðarviðburði en venja er til í tilefni hálfrar aldar afmælisins. 3. Málþing eldgosin á Heimaey og í Surtsey dagana 5. til 7. október næstkomandi. Málþingi verður haldið í samvinnu við fræðasamfélagið með þátttöku helstu sérfræðinga á þessu sviði. 4. Listaverk á Nýja hrauninu eftir Ólaf Elíasson, einn þekktasta myndlistarmann samtímans. Þetta er samvinnuverkefni ríkisstjórnarinnar og Vestmannaeyjabæjar í samræmi við sérstaka þingsályktunartillögu sem forsætisráðherra flutti og Alþingi samþykkti á síðasta ári. Í 5. lagi, fundur forsætisráðherra Norðurlandana verður haldinn í Vestmannaeyjum í aðdraganda goslokahátíðarinnar í sumar. Þessa fundar er getið í greinargerð með fyrrnefndri þingsályktunartillögu forsætisráðherra þar sem rætt er sérstaklega dyggilega aðkomu hinna Norðurlandana að enduruppbyggingunni í Eyjum. Í 7. lagi, safnahelgin í haust verður tileinkuð eldsumbrotum á Heimaey og í Surtsey. Fleiri viðburðir eru í undirbúningi sem kynntir verða innan tíðar og undir þessa tillögu rita sá sem hér stendur sem formaður afmælisnefndarinnar og ég ber hana hér með undir bæjarstjórn, þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir fyrrgreindu erindi gjöru svo vel að gefa merki. Og þetta er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi og til næsta fundar er boðað 5. daginn 23. febrúar klukkan 17, fundinum er slitið.